tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Í seinni hluta þáttarins kynnum við okkur stórt verkefni hjá HS Veitum, en þar á bæ unnið að því að skipta út hemlum og setja þess í stað mæla á hitaveitugrindur á öllum heimilum á Suðurnesjum. Settir verða upp 5.700 mælar en nú þegar hafa rúmlega 1.000 mælar verið settir upp. Við byrjum hins vegar þáttinn í Grindavík, en þar eru stór framkvæmdir fyrirhugaðar við höfnina. Við ræðum við Sigurð hafnarstjóra og förum með lóðsunum í innsiglinguna. Þá flytjum við ykkur helstu tíðindi frá Suðurnesjum síðustu daga í fréttapakka Víkurfrétta. En við förum fyrst til Grindavíkur. Árið 2015, það var býsna gott hjá Grindavíkurhöfn. Já, það var bara framar vonum. Við vorum að fá að landi 43.400 tonn. Sem er töluvert meira en við máttum vona á. Þannig að við erum bara mjög sátt. Hvernig er rekstur hafnarinnar að ganga? Þetta náttúrulega hefur breyst svolítið svona á síðustu árum, umfang og starfsemin hérna við höfnina. Já, aflasamsetningin hún var aðeins öðruvísi núna, vorum að fá meira bolfiski sem er verðmætari, minna makril þá í staðinn. Og svona aflaaukningin kannski skýrist mest af því að Vísir flutti vinnsluna sína hingað til Grindavíkur og vinnur allan fisk hér og þar að leiðandi landa meira hér þó hann að Vísir keyrir nú eitthvað utan á landi en þeir voru 35% meiri löndun heldur en hérna árun á undan. Það er kannski helsta skýringin á þessu sko. Hvernig, þegar við horfum yfir árið, svona, hvernig er starfsemin við höfnina? Er þetta svolítið breytilegt milli mánaða? Já, fyrstu mánuðirnir ársins, fyrri hluti ársins er meira að gera, þá er meira fjör. Bátarnir, það er styttra miðin og þar reyndir koma bátarnir þá hingað og við erum að fá gesti víða af landinu, bæði Snæfellsnesi og Vestfjörðum og svo erum við með fastakunnar reynda líka í Skinney, Þinganes hefur landað hérna mjög drjúgt hjá okkur og þannig að það er mest er að gera í svona frá janúar til júní þegar miðin eru hér þessu svæði er. Það má segja svona vertíðarstemmingin sé að byrja einmitt akkurat bara núna. Já, nú erum við til dæmis með 2 skip í löndun, 1 í gærkvöldi en þetta er bara að nú fer að verða fjör í leikni sko hjá okkur. Og hvaða skip er þetta sem eru að landa hérna? Er þetta allt saman fiskur sem fer til vinnslu hér í Grindavík? Já, en náttúrulega við erum með gríðarlega öflug línuskip bæði frá Þorbirni og Vísir og svo erum við með 2 öfluga skuttóra frá Gjögri. Þeir landa hérna yfirleitt öllu sínu fiski þessa mánuði sko sem vorum að tala um áðan. Þannig að þetta fer allt í vinnslu hér. Reyndar er Gjögur með vinnslu á Grenivík, það fer svolítið þangað. En annars er þetta mest hér sko. Hvar myndirðu staðsetja Grindavíkurhöfn svona í stærð á meðal hafna á Íslandi? Já, það er sko bolfiskur, við löndum ansi mikið af bolfiski hér, minna uppsjá á fiskinum. Þannig að við erum með stærsta kvótan í bolfiski eftir Reykjavík og líklegast erum við að landa næst mesta bolfiski og ég hafði ekki alveg á hreinu en líklegast erum við að landa mesta bolfiski hér, næst mest þar að segja. Heyrðu, þú ert með hérna mörg hundruð metra hafnagörðum og það stefnir í einhverja framkvæmdir við endurbætur. Já, miðgarður er komin til ára sinna, byggður 65 til 67, 200 metra langur, 25% af því sem við höfum hér til umræða, þannig að við erum 1000 metra á kvöntum og hann er bara ónýtur og þarfnast algjara, bara þarf að fara í algjara endurbætur á honum. Þannig að það kostar einhvern pening, rúman milljarð? Já, það er rúmur milljarður sem áætlar að hann kosti sko, og dýfkan er þar við sko. Þið fáið eitthvað af þeim peningum frá ríkinu en þurfum svo að leggja til eitthvað sjálfur? Já, ríkið má styrkja upp að 75% í stálþýli og 60% í dýfkanir og annað slíkt, þannig að
Við reiknum með að verði svona 400 milljónir sem við þurfum að leggja fram sjálf, sem ansi mikið. Því að nú höfnin, þó vel gangi, þá eru tekjurnar í raun og veru bara svona eins og meðal sjoppa, 200 milljónir var það nú á síðasta ári. Þannig að við þurfum stuðning. Mun þetta þýða mikið rask fyrir ykkur þessi framkvæmd? Já, það náttúrulega segir sjálft þegar svona stór bryggja fer undir, þá mun það valda einhverju raski, en ég held að sé alveg fullur skilningur af því hjá öllum sem að koma hér að þetta þarf að vita það allir. Þannig að við munum bara að vinna saman, held ég. Og þið ætlið náttúrulega að endurbæta þetta þil og svo eitthvað að dýpka þá höfnina á sama stað? Já, það þarf, nú skipin, við reiknum með að ný skip sem koma í framtíðinni verði með þetta mikla djúpristuð, þannig að við telum ekki vit í öðru en að dýpka og hafa nógu mikið dýpi til þess að gera það fyrir því. Og 8 metra dýpið í kantinn algjört lágmark. Flotinn alltaf að verða djúpristari og djúpristari þó hann sé kannski ekki endilega að stækka? Já, nákvæmlega, hann að vaksa svona niður á við, þannig að hann vel vaksin niður. En svo náttúrulega gaman að geta þess á síðasta ári vorum við að taka fyrsta skemmtiferðaskipið, þannig að við viljum allavega ekki útiloka það möguleika að það sé hægt að taka þau þá við þennan kant, þannig að við erum opin fyrir öllum nýjungum. Grindavíkurhöfn mjög stór í útflutningsverðmætum, en svo nú líka hellingsinnflutningur hérna í gegnum höfnina. Þið eruð að flytja inn fjórðung af því salti sem kemur til landsins. Já, það rétt. Við erum, ætla að sé ekki 20 til 25 milljarðar í gjaldeyristekjur sem að fer hér, reynda skipað út í annarri höfn. Þeir fá þá tekjurnar af því, en við erum bara mjög stolt af því að leggja til gjaldeyristekna fyrir þjóðina og bara sátt við það. En já, við erum að flytja inn 25% eins og þú segir að saltinu hingað inn og hérna aðalega frá Miðjarðarhafinu, þannig að þetta ferðast langa leið, en já, það sé ekki eitthvað nálægt því sem þú segir. Og þið flytja inn í allt þetta salt, en svo náttúrulega það fer þá aftur bara í heimahagana hérna frá Grindavík? Já, má segja það, í formi saltfisksins þá fer hann til landa við Miðjarðarhafið aftur, þannig að þetta skila sér aftur tilbaka, þannig að það einhver ákveðin hringrás sem að fer það fram. Þegar koma svona stór skip eins og saltflutningaskip og farþegaskip, hvernig takið þið á slíku umstangi? Við náttúrulega við förum bara út á mótiðum og sendum borðalóðs og hann leiðbeinaði til hafnar og síðan hafsögubáturinn Bjarni Þór náttúrulega þar til aðstoðar innan hafnar ef það þarf að ýta eða tosa eða hjálpa þeim eitthvað til. Og jafnvel hefur stundum komið fyrir að við þurfum að nota oddvatn sem í björgunarbáturinn hjá okkur og þá hefur jafnvel verið með 2 báta, þannig að við höfum tækja tól til þess að taka á móti stórum skip. Og þið hafa líka verið að hjálpa björgunarsveitinni þegar hafa jafnvel komið sjúkraflutningar og annað hérna upp að höfninni til ykkar, sótt slasaði menn hérna út í skip hérna fyrir utan og annað slíkt? Já, það alveg rétt, við höfum verið til taks, þannig að ef svo ber undir, já. Það skiptir máli að vera með góðan hafsögubáti í svona höfn? Já, það mjög mikið atriði að það séu til tæki nógu öflug til þess að sinna þessari þjónustu sem við erum að sinna. Hér eru helstu tíðindi af Suðurnesjum úr Víkurfréttum og af vaff.is síðustu daga. Viðbrögð við fyrirætlunum Kaupfélags Suðurnesja byggingu á verslunar- og þjónustukjarna í næsta nágrenni flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hafa verið jákvæð. Áætlað að kjarninn rísi á næsta ári. Kaupfélagið kynnti nýlega hugmyndir uppbyggingu á verslunar- og þjónustukjarna við Keflavíkurflugvöll. Að sögn Skúla Skúlasonar stjórnarformanns grundvallast hugmyndin á því að styðja við þá umfangsmiklu þróun sem á sér stað við flugstöðina. Þjónustumiðstöðin verður staðsett við Hringtorgið næst flugstöðinni á milli afleggjara til Garðs og til Sandgerðis. Áætlað að framkvæmdir hefjist á fyrrihluta ársins og að þeim ljúki á því næsta. Eldur kom upp í fiskeldi stofnfisks við Kalmannstjörn við Hafnir í byrjun vikunar. Slökkvilið Brunavarna Suðurnesja var kallað til og náði að slökkva eldinn á skömmum tíma.
Hann var ekki íkja mikill og náði ekki mikilli útbreiðslu. Að sögn slökkviliðsins talið að eldurinn hafi kviknað vegna bilunar í endurnýtingardælu í rafmagnskerfi sem stjórnar vatnsflæði inn í fiskikörinn. Út frá því hafi eldurinn svo náð að læsa sig inn í þakið. 15.000 laxar voru í eldisrýminu en einungis 10 þeirra drápust í brunanum. Sífellt fleiri ferðamenn koma í dagsferðir Reykjanesi og vilja upplifa óbyggðir nærri höfuðborgarsvæðinu. 2000 rúm í 800 herbergjum eru í boði á svæðinu. Reykjanesi hefur ekki farið varhluta af auknum fjölda ferðamanna sem koma hingað til lands. Að sögn Þuríðar Aradóttur Brán, verkefnastjóra Markaðsstofu Reykjanes, hefur ferðamönnum fjölgað verulega yfir vetrartímann. Hún segir nýtingu á gistirýmum í nóvember síðastliðnum hafa farið fram úr björtustu vonum. Yfir heildina eru ferðamenn líka farin að stoppa lengur en 1 til 2 nætur hér á svæðinu. Reykjanesið ekki lengur aðeins stoppustöð fyrir og eftir flug. Listaverkefnið Ferskir vindar stendur nú sem hæst í garðinum, sem fyrir listrænn stjórnandi og umsjónarmaður verkefnisins Mireia Samper. Hópur sem telur 50 listamenn frá öllum heimshornum hafa haldið til í garðinum síðustu vikur og unnið að listsköpun. Listsýningar voru svo opnaðar í garðinum síðustu helgi og komandi helgi verða sýningar víða. Það var Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra sem opnaði sýningarnar, en einnig voru sendiherra Frakklands og Japan sérstakir gestir við opnunarhátíðina. Góð þátttaka var í síðbúnum 13. í Reykjanesbæ á laugardaginn. Myndarlegur hópur mætti í skrúðgöngu frá Myllubakkaskóla og að hátíðarsvæðinu við Hafnargötu, þar sem framfór dagskrá á sviði og kveikt var í brennu á Bakkalá. Björgunarsveitin Suðurnes skaut upp glæsilegri flugeldasýningu og púkar og tröll sáu að hrella börn og fullorðna á meðan dagskráni stóð. Keflavíkur bergi lýstist vel upp í flugeldasýningunni en það upplýst frá september fram í maí, líklega eitt stærsta ljósaverk landsins. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Heitt vatn hefur verið notað til húshitunar á Suðurnesjum í tæpa 4 áratugi, en óhætt að segja að stofnun Hitaveitu Suðurnesja sé með stærri tímamótum í sögu svæðisins. Fyrirtækið var stofnað formlega í desember 1974 og lög það staðfest af forseta Íslands á gamlársdag sama ár. Hitaveitan óx jafnt og þétt en uppbygging hennar hófst með virkjun jarðhita í Svartsengi við Grindavík. Fyrsta húsið sem fékk heitt vatn var festi í Grindavík 7. nóvember 1976. Eigendur voru sveitarfélögin á Suðurnesjum sem áttu 60% á móti 40% hjá ríkinu. Frá stofnun hitaveitunar hafa Suðurnesjamenn búið við mikil þægindi en óhætt að segja að óheftur aðgangur að heitu vatni sé lúxus sem íbúar hafa notið frá stofnun HS, en fyrirtækinu var skipt upp í 2 fyrirtæki, HS Veitur og HS Orku, árið 2008 vegna breytinga á lögum aðskilnað samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi. Frá upphafi hafa hemlar verið mælistika heimila og fyrirtækja á heita vatninu og notkun miðuð við lítrafjölda inn í hús. Keypt magn miðaði þó við aðgang til húshitunar því aðgangur að neysluvatni var margfaldur miðað við húshitunina. Ákveðið var að breyta frá hemlafyrirkomulagi og mælavæða öll hús á Suðurnesjum. Árið 2010 var byrjað á fyrirtækjum og stofnunum á Suðurnesjum og nú komið að heimilum. Notendur munu þannig greiða fyrir það magn sem þeir kaupa samkvæmt mæli. Verkið þegar hafið en gert ráð fyrir því að það taki 3 ár að ljúka því. Verkinu áfangaskipt, byrjað var í Innri Njarðvík mitt ár 2015, því næst Ásbrú og sveitarfélagið Vogar, svo Ytri Njarðvík, Garður Sandgerði Grindavík og endaði í Keflavík. Júlíus Jónsson, forstjóri HS Veitna, hefur verið í framlínu Hitaveitu Suðurnesja, HS Orku og HS Veitna í áratugi. En af hverju að breyta fyrirkomulaginu núna? Við höfum verið með hemla alla tíð frá stofnun veitunar. Við vorum með hemla frá Danfoss
sem ekki löggilt mælitæki, hafa reynst bara ótrúlega vel samt í gegnum tíðina. Síðan hættu þeir að framleiða þessa gerð og fóru að framleiða nýja sem að fúnkera ekki í þessu fyrir mæling á vatni. Þannig að við erum að taka upp aftur notkun á gömlu hemlunum sem að verða ófáanlegir. Það var svona eina ástæðan. Önnur ástæðan svo að við kaupum vatnið í dag eftir uppskiptingu Hitaveitu Suðurnesja af HS Orku samkvæmt mæli og þá skapar það rekstrarlega áhættu að selja samkvæmt hemli, kaupa samkvæmt mæli og selja hemli. Það er svona hættumóment. Nú þriðja ástæðan svo að hemlakerfið sem að mörgu leyti ágætt en það stuðlar að orkusóun. Mönnum er alveg sama, þeir kaupa eitthvað inn og þeir nota og svo geta það látið renna neysluvatnið endalaust. Ég sjálfur dæmið það, hefur verið með heitan pott sem hefur verið heitur allt árið kring, algjörlega ástæðulausu. Þannig að hemlakerfið stuðlar orkusóun sem á nú ekki við í nútíma þjóðfélaginu. Þetta eru svona 3 megin ástæðurnar. Hvernig verkefnið unnið nú? Þetta örugglega nokkuð við það mikið? Já, þetta 5.700 hemlar sem við ætlum að skipta út. Við reiknum með þetta taki 2,5 ár eða svo. Kosti 350 milljónir þegar allt komið. Þetta unnið af okkar eigin starfsmönnum, pípurum, pípulagningamönnum og þjónustuborðið okkar hringir á undan og færi tíma hjá fólki til þess að þeir eigi aðgengi að húsunum til þess að gera þetta. Það talsverð vinna sem felst í því en nauðsynlegt til þess að þetta gangi þokkalega fyrir sig. Þarf fólk að gera eitthvað, hvernig þarf það að vera tilbúið í þetta? Það þarf eiginlega ekkert að gera en hleypa okkur inn og kannski ef þetta í bílskúrum ekstra að taka mesta dótið frá sem sums staðar fyrir. En öðru leyti þetta, þarf fólk ekkert að hafa áhyggjur af þessari framkvæmd. Sveinn, hvernig fer þetta síðan fram? Það byrjaði á því inn í Hitaveitu að það hringt og bókaði tímar og fundið tímar og svo mætir maður á staðinn og kemur að grindinni þar sem þessi hemlar eru, rífur þá úr og kemur þessu mæli fyrir. Og síðan reynir maður að fara í gegnum með fólki svona ef maður sér að það eitthvað óeðlilegt að og bendir þeim á þá jafnframt ef það þurfa að laga eitthvað. En hvernig fara þessi samskipti á fólk að panta ykkur eða hafið þið sambanda fyrir að bragði? Við erum að hringja út og það eru svona bókaði tímar sem að henta fólki til þess að við getum mætt. Ef maður myndi spyrja, er þetta mikið vesen hvernig þetta fer fram? Nei, þetta tekur klukkutíma 1,5. En það er svona frumskilyrði að kúnni sé búinn að taka laga þess til, hann hafi komist að þessu. Þannig að það er svona, það flýtir fyrir. Og þetta er sem sagt gamla tækið sem að þú heldur á og þarna er ný mæling komin á. Þetta virkar nú ekki mjög flókið. Nei. Og hann kemur til með að senda gögnin til okkar en það er svona frumskilið að fólk samt fylgist sjálft með þessu. Alltaf að fylgjast með þessu. Já, almennt sé þegar fólk kemur að mælinu sínum, þá er það fyrsta sem það sér raun og veru heildar rúmmetrarfjöldin sem runnið hefur mælirinn frá þeim að settur upp, sem þá ígildi mæla álestur sem kemur fram á reikningi hjá viðkomandi. Ef við förum yfir í það sem kallast loop 1, þá sjáum við hvert augnabliksrenslið inn í þetta tiltekna hús núna. Þetta 2,3 eða 0,23 rúmmetra sem jafngildir það bil 3,8 mínútulítrum. Næst get ég farið yfir og séð hvert hitastigið indi minn. Hérna er ég að fá 75 gráðu heitt vatn inn í húsið. Síðan hægt að fara niður í lúpu 3 sem geymir sögulegar upplýsingar það hvernig mælingarnar hafa átt sér stað í húsinu. Ég fer þá sé ég hvern mánuð fyrir sig. Ég get farið upp og niður til þess að skoða eldri mánuði. Ég ætla að fara inn í 1. nóvember 2015. Þá sé ég að í nóvember fóru 57,6 rúmmetrar þennan mælir. Hæsta hitastig á þessu mælir var 77,6 gráður 17. október 2015. Lúðvík, hvað þurfa húseigendur að hafa í huga við þessa breytingu? Það er náttúrulega aðalega, þetta töluverð breyting á sölufyrirkomulagi. Áður fyrir þá varstu með bara ákveðin skammt sem húsið þurfti að hafa í hámarki yfir náttúrulega kaldasta tíman. Núna ertu með ótakmarkað magn og þú þarf svolítið að passa, húseigendur að passa það að þeir séu
ekki að nota umfram vatn sem þau eru ekki að nota því að nú borgar þau fyrir hvern lítir og hvern rúmmetr. Þannig að aðalatriðið er að fara yfir öll stjórntækin sem að vatnið lendir á þegar kemur í grindina. Það er í fyrsta lagi hérna, þetta er svona tvískipt. Ég ætla ekki að taka neysluvatnið núna, það byrja hérna á bara upphitun á hitagjöfunum í húsinu. Það er fyrst hérna lendir vatnið á mismunarþrýstijafnara. Það er mjög mikið atriðið að hann virki vel því að ef hann virkar illa og er stiltu þannig að það er mikill mismunarþrýstingur á, þá flæðir vatnið mikið frjálslegara hérna inn og lykilatriði til þess að fólk getur svona fylgst með því hvort það sé að nota of mikið vatn eða ekki. Það þreifa eftir afrennslunin sem kemur frá hitagjöfunum og ef að það er óeðlilega heitt þá er einhver stjórnloki í hitakerfinu ekki að vinna rétt og það er mikið atriði að fylgjast með því í fyrstu. Mælirinn sem slíkur, hann er mjög svona neytendavænn. Hann lætur líka vita ef það er óeðlileg notkun í kerfinu, þá er hringið þjónustubráður HS Veitum og lætur vita og þá hringir fólk. Ég hef fengið nokkra svoleiðis hringingar. Í þeim tilfellum hefur verið til dæmis í gólfhitakerfi, það er eins og var í þessu húsi hérna. Þá var rosa mikið vatn að fara og hér er hitanemi sem að stýrir framrás gólfhitakerfis. Það hafi brotnað af og það flæddi bara frjálslega í gegnum gólfhitakerfið, þannig að það er að fólk að borga. Það eru svona hluti sem að fólk þarf að gæta að allir þessir stjórntæki sem að koma að hitagjöfunum að þessu lagi. Þurfið þið að koma eitthvað að þessu? Þið pípulagningamenn á svæðinu? Já, sko almennt kannski, það er náttúrulega, þetta er það mikið breyting að fólk bregður eða fyrir allt inn að fá miklu háa reikninga sem að hægt að vera að koma í veg fyrir ef við höfum komið og lagað stjórntæki eða jafnvel skiptum. Þessi grind hér er fyrir gólfhitakerfi. Það eru öðruvísi fyrir ofnakerfi aðeins, það eru öðruvísi stýrilokar. Í gólfhitakerfunum eru termostödd og annað sem þarf að huga að og mótorlokar á gólfhitakistunum sem þarf að huga að. Ef það eru fjarstýribúnaður á þessu eða þráðlaus, þá þarf náttúrulega að huga að batteríum í termostöddum. Það er mjög algengt að við erum að koma í hús sem virka illa og við skiptum öll batterín, það var kannski ekkert annað. Þetta hefur allt sinn líftíma. En lykilatriði í hitakerfinu er að huga vel af þessu stjórntækjum og eins líka á öllum ofnkrönum og annað, sérstaklega henglaofnir sem eru með lítið stál í sér. Það er mjög algengt að það flæðir í gegn og ómælt. Fólk kannski tók ekki mikið eftir því á meðan það var með hemlakerfi því að það fékk bara ákveðið magn á meðan það kólnaði gegn annars í húsinu. Það var ekkert að huga því. Nú þarf að passa það mikið betur. Og í neysluvatninu, venjuleg nokkur neysluvatni þurfum ekkert að pæla í. Þar erum við með svo mikið kalt vatn á móti. Hætta með pottana, hafa ekki sýrenslu á því. Það var nú bara síðast í morgun, þá var hringt frá HS Veitum og talað óhóflega nokkun á vatni sem var keypt inn. Þá hafði mælirinn greinilega virkað mjög vel. Þar gleymdist sýrenslu í pottinu og búin að vera 2 sólarhringa. Þannig að þessi mælir er greinilega mjög neytendavænn. En í sambandi neyslu er aðalega þá stýring á pottagrindinni. Þessu tilfelli hérna þá er innspýting eða upphitun á snjóbræðslukerfinu ef affallið dugar ekki. Í þessu tilfelli hérna þá flæddi bara frjálslega í gegn, lokinn hérna bilaður, þannig að því sem það er bara lokað. Þetta þarf hann að laga. En lykilatriðið er að hugsa vel um affallið, að það sé að við séum ekki að missa affallið of heitt. Það segir okkur að það er einhver hitagjafi sem á einhver stýritæki sem er ekki að virka. Þið munuð með þessu fyrirkomulagi geta fylgst mjög vel með notkuninni, algjörlega reyndar. Fjaraflestir mælar, er það þá það sem koma skal? Já, það er það sem við erum að koma og við setjum inn í okkar kerfi út frá því hvað fólk hefur keypt, hvort það hefur keypt 2,5–3,5 mínútulítur. Þá svona áætlum við hvað fólk kemur til með að nota mörg tonn af vatni með mæli og ef það fer, svo fylgist við með, fáum hérna inn til okkar álestu daglega og ef við sjáum að notkunin er að fara meira en 30% yfir því sem við áætlum, þá hringjum við fólk og látum vita að það sé eitthvað sem þurfa að skoða, það sé ekki í lagi. En það að vera með fjarálestur er klárlega það sem kemur. Þannig að þetta er ekkert samt svona sem að við notendur þurfum að hafa áhyggjur af, tæknilega séð?
Nei, þetta var ekki nein áhrif á notendur nema eins og varðandi heita vatni og svo sem varðandi rafmagni að passa notkunina, að hún sé ekki í einhverju vitleysu, en öðru leyti á ekki að þurfa að hafa neinar áhyggjur af þessu. En að því þú nefndir heitu pottana, það mjög margir með heita potta. Ertu með eitthvað skilaboð til þeirra sem eiga heita potta? Já, bara ekki halda þeim heitum alltaf stöðugt. Það ekkert stórmál að fylla pottina vatni, það kostar engin ósköp. Tekur smá tíma, en tekur skemmri tíma þegar kom mælar heldur en þegar heimildi var, vegna þess að menn geti þá tekið meira vatn á skemmri tíma, en ekki vera með sýrensli, klárlega ekki, þá kemur reikningurinn til með að hækka verulega. Og talandi reikninga, nú fyrirtæki að hægt að senda svokallað uppskipta reikninga. Af hverju það? Það við tekin upp svo regla að fyrir hvert mælitæki sem við setjum upp, þá verði bara einn reikningur. Við höfum verið eina fyrirtæki sem hefur verið að skipta upp reikningunum. Við erum með eitt mælitæki upp í 48 reikninga sem við höfum verið að senda út. Þetta bæði kostnaðarsamt, vonlaust í innheimtu, því að hvað á að gera ef að 20 af þessum 48 sem dæmi borga ekki en hinir borga á þá að loka eða hvað á að gera. Þannig að við segjum að þeir standi saman að innkaupunum, það er þeirra ákvörðun, ekki okkar, að standa saman að einu mælitæki og standa saman að innkaupunum og þá beri þeir sameiginlega ábyrgð á þessu. Þannig hefur þetta verið á Reykjavíkursvæðinu og hjá öðrum veitum árabil og gengið ágætlega og það laga skylda á Íslandi fyrir fjöleignarhús, jafnvel niður í tvíbýli að vera með húsfélag. Þannig að þetta á að vera einfalt og ég held að þegar fólk svona áttar sig, það var dálítið hvellur svona fyrst yfir þessu, en ég held að menn sjá að það full sanngirni í þessu og þetta bara eðlilegasta. Ef mér standa saman að einhverju, þá standið líka sameiginlega hafi berið líka sameiginlega ábyrgð á því. Leið og við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, prentútgáfu og Víkurfréttavefinn vf.is og fyrir kylfingana kylfingur.is. Þið getið séð eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube rásin okkar undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við verðum aftur að viku liðinni, en þökkum fyrir okkur. Verið sæl. Vertu velkominn á Rocksap Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.